það er verið að einangra þig frá börnunum þínum, þú getur Já. ekki hringt úr símanum þínum Nei. eða fengið símtöl Nei. nema bara, þú veist, happ og glað. Já. Það verið að einangra þig frá viniðinu væntanlega, Já. þú veist, og mála þig sem einhvern geðsjúkling og gardínu fyllibittu eitthvað, Já. þú veist. Og það er örugglega svona, þú veist, þú veist ekki, getur ekki stunda vinnuna þína út af þessu ónæði, þú veist. Já. Og þú ert bara að taka allan pakkan á þetta og þú ert að fá allt þetta og svo, þú veist, ég held að máli sér líka bara að því að við skiljum þetta ekki. Já. Þú veist, ég veit ekki hvernig þetta er gert. Nei. Ég skil ekki hvernig þetta er hægt. Nei. Af því að ég er, þú veist, ég gæti örugglega ekki, jú, kannski, farið inn á e-mail hjá manninu mínu. Ég held að ég veiti lykilorðið. En ég bara skil ekki hvernig þetta er gert. Nei. Þá er auðveldara einhvern veginn að ætla þér bara að vera, þú veist, eitthvað klikkuð og Já. og þú sett bara að búið þetta til og sett bara með móðusjúk og þú veist, að því að enginn skilur þetta. Já. Þú veist. Og mér finnst það líka, mér finnst það svolítið áhugavert í þessu öllu saman. Ég hef náttúrulega ekki lent í því áður. Það er þetta að við eigum forseta sem er kona og forsætisráðherra sem er kona og við erum mjög stolt af því að vera jafnréttisland. Þegar á reynir og hefur eins og núna síðustu mánuði, þá hefur hann notið vafans en ekki ég og það er ekki búið að stoppa þetta. Það taka alla síma og tölvur, það þarf auðvitað að gera það. Af því að lífið mitt er bara hætjaka. Ég er í algjöru fangelsi og það tók mig 10 mánuði að segja þetta uppátt. Já. Núna ætla ég bara, mitt síðasta vopn í þessu er bara að segja frá. Já. Og skila skömminni. Því að það er ekkert eftir, það er enginn að fara að hjálpa mér. Nei. Ég er búin að fara í Vodafone, ég er búin að fara í Síman, ég er búin að fara í Apple, ég er búin að fara í Kvennahallhverfið, ég er búin að fara í Bjarkarhlíð, auðvitað hafa þær hjálpað eins og að geta. Já. En fólk getur, ég er búin að fara í tölvunheim, þeir endar hjálpuð mér mjög mikið, hann Davíð Tölvun skrifaði skýrslu fyrir mig, Já. það sem hann sagði frá, það sem ég var bara með svart á hvítu, hvað var búið að gera og hvernig þetta birtist honum. Já. Og það væri klárlega eitthvað mjög óeðlilegt í gangi. Já. Og það var það á síma númer 3. Það hefur hjálpað trúverðuleika mínum hjá lögreglu. Já. En samt ekki nóg til þess að eitthvað sé gert, sko. Nei. Og þá finnst mér kannski næstu, spurningin er, væri maður í valdastöðu, 2 metra maður í valdastöðu í mínum sporum, einangraður í herbergi úti í bæ. Ég hef enga trú á því, sko. Enga. Hvernig hefur fundist fólk taka mótið þér eins og í Símanum og Vodafone og á þessum stöðum? Er fólk að finnst þér eins og fólk finnist þú verið bara að búa eitthvað til eða sért bara paranoið? Já. Það er náttúrulega alveg einn og einn sem hefur viljað hlusta. Og það er kannski ekki alveg sanngjarnt, sko, en fólk er svona, svo næstu ég klappa mér að kolli, svona vinnan, sko. Og þú veist bara, ég veit það ekki, og svo verður maður svo frústreraður, ég veit að vera eiga við síma minn, ég veit að vera að henda mér út af samfélagsmiðlum, ég veit að vini mínu ná ekki í mig, vini mínu sem hringja í mig, enda því að koma heim mjög hræddir að því það er alltaf á tali og ég kannski bara ekkert að gera, ekki upp í rúmi eða eitthvað. Þannig að þú veist, þetta varðar líka bara mitt öryggi. Síminn er öryggistæki og mitt öryggi er bara svolítið í hættu. Já, það er bara ekkert öryggi. Nei, og ég tala nú ekki ef það er hægt að eiga eitthvað við appi í símanum, sko. Nei, í bílnum sig. Þannig að þetta er bara graf alvarlegt. Já. Og miklu meira alvarlegt heldur en að fólk almennt held ég átti sig á. Nema það, ég fín svona aðeins við þá breytingu núna eftir að ég fekk þess að 2 meðaldra menn til þess að hjálpa mér. Þá fór fólk að hlusta.